Viktor andleg fræði, 38. kafli, að lina þjáningar. Flestir þeir sem ná fullri andlegri opnun byrja að hjálpa öðrum á þeirra andlegu vegferð sem og að hjálpa fólki að líða betur. Margir þurfa hjálp og aðstoð að halda þó svo að andleg vakning og opnun sé ekki hafin. Mörgum líður illa líkamlega sem og andlega. Þessar mundir verður fólk stöðugt vart við áreiti úr öllum áttum, hvort sem frá yfirvöldum og eða fjölmiðlum. Slíkt áreiti til lengdar getur haft áhrif á andlega líðan sem leiðir síðan til líkamlegra þjáninga af ýmsu tagi. Margir eru óvarðir fyrir áreitinu og gera sér ekki grein fyrir því með beinum hætti og því hefur það slæm áhrif á fólk. Fólk lætur fréttir og fjölmiðla raska rósinni og neikvæðar hugsanir steðja að, reiði, hatur og hneykslan. Slíkar hugsanir eru líkt og eitur í líkamanum og leiða til verkja í liðum og vöðvum og magna upp andlega vanlíðan og þannig skapast ákveðin víxlverkun sem viðheldur sér í líkama og huga viðkomandi. Flestir líkamlegi kvillar eiga upptök sín í huga fólks en einnig geta kvillarnir verið gena sem og karmatengdir. Margir sem líða þjáningar sem eiga upptök sín í huganum vita ekki hver orsökin og byrja að taka verkjalyf til að slá á verkina en slík lyf hafa mörg hver aukaverkanir í för með sér sem leiða af sér annars konar verki og því hverfur þjáningin ekki með slíku. Margir sem hafa náð andlegri opnun eru byrjaðir að heila og lækna fólk og margir sem til þeirra leita búa yfir þeim einkennum og kvillum sem hér hefur verið lýst. Þeir sem leita sér slíkra hjálpar eru komnir með trú á að slíkt hjálpi og eru því meðtækilegir að þykja hjálpina. Síðan eru yngri sálir sem hafa enga trú á andlegum málefnum og leita þær því ekki eftir slíkri hjálp. En þeir sem leita eftir hjálpinni þurfa á heilun að halda til að koma jafnvægi á frumu og taugakerfi líkamans. Þurfa ró á líkamann og huga sem mikilvægt. Einnig gott að kenna viðkomandi hugleiðslu til að róa huga og hugsanir. Margir eru uppteknir af veikindum sínum á vanlíðan og hugsa þau í sífellu og tala þau við aðra en slíkt gerir lítið annað en að viðhalda ástandinu og oft á tíðum gerir það illt verra. Ein besta hjálpin sú ef hinn þjáði finnur fyrir sterkri trú á að heilarinn geti hjálpa honum og læknað. Því slík trú hefur mikinn lækningamátt og kemur lækningunni af stað og oft það sem til þarf til að rjúfa þessa víxlverkun þjáninga sem áður hefur verið lýst. Trúin mikilvæg hér sem á annar staðar og eins konar drifkraftur sem leiðir viðkomandi áfram í réttar áttir, hvort sem það betri heilsa og líðan og eða andleg opnun. Mannslíkaminn hefur mikla getu til að lækna sig sjálfur og það oftast raunin og síðan geta heilun og fyrirbænir hjálpa til við að koma ferlinu af stað. Segja má að inngrip lækna og lyfja þegar allt þrýtur séu óhefðbundin lækning. Jákvætt hugafar læknar mörg mein og heldur líkamannum sem á andlegu hliðinni í jafnvægi og gerir ónæmiskerfi sterkara. Margir þjást af kvíða og streitu vegna alls þess áreitis sem lagt á fólk þessar mundir. Margir bogna undan áreitinu og upplifa mikinn kvíða, áhyggjur og streitu. Slíka kvilla má koma í veg fyrir með hugleiðslu og stjórna þannig huga og hugsunum. Einnig mikilvægt að vera meðvitaður tilfinningar sínar sem og hugsanir. Að læra að bæja þeim hugsunum frá sem síðar valda og magna upp kvíðan. Að vera jákvæður og kærleiksríkur í hugsun í hverju augnabliki ýtir þessum kvillum frá í hægum skrefum þeir hverfa að lokum. Eins og áður sagði geta líkamlegir sem og andlegir kvillar verið gena og eða karmatengdir. Það að segja að kvillin sé eitthvað sem sálin hefur ákveðið að upplifa og ganga í gegnum. Í slíkum tilfellum erfitt að hjálpa og lina þær þjáningar sem þessu tengjast. Sá sem andlega opinn og að hjálpa fólki með heilun og fyrirbænum getur skynjað slíkt
og þá lítið hægt að gera. Þá þarf tíminn að vinna á meininu og sálin að ganga í gegnum þær þjáningar sem hún hefur valið sér.